Fyrir fólki, þið með núna? Já. Gaman að sjá okkur hérna. Þetta stofnfundur Sósíaldemókrata Íslands og við þurfum að stýra fundinum og velja fundarstjóra og ég legg til að Pétur Tyrfingsson verði fundarstjóri þar. Takk fyrir. Ég hef aldrei stofnað flokk áður. Hér erum við komið til þess að stofna flokk sem kannski svolítið sérstakur. Það að segja að þetta ekki flokkur fyrir þá sem með þingmanninn í maganum. Þetta ekki flokkurinn fyrir þá sem vilja koma sér á framfæri og láta hossa sér. Þetta kannski flokkurinn fyrir þá sem hafa sagt af þess að geta ekki komið sér á framfæri, geta ekki talað stéttabaráttu, geta ekki talað sósíalisma, geta ekki talað félagslega lausnir, geta ekki talað og krafist réttinda launafólks. Þetta hefur verið gamaldags mjög lengi, en núna eins og einn ágætur álitsskjali sagði daginn, já það eitthvað að gerast í þjóðfélaginu, það ekki nóg með að það sé ekki traust á dómstólunum, Alþingi, stjórnmálaflokkunum, heldur fólk að missa stjórn líka á einkaframtakinu. Það að tala stéttabaráttu og auðvald og sósíalisma og svo dæsti maður. Og þess vegna erum við kannski að stofna flokk til þess að reyna að samhæfa krafta allra sósíalista, hvar sem þeir eru í samfélaginu og búa til einhvert bakland fyrir okkur sósíalistana. Það fyrsta sem gerist hérna á þessu fundi það að Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður, að hann ætlar að gera okkur grein fyrir störfum undirbúningshópsins sem var að undirbúa þessa stofnun Sósíaldemókrata. Gunnar Smári, hvað ertu? Ég sé ekki til ljósum hérna. Hann hljóp fram að sinna tæknimálunum og ég þarf að segja ykkur eitthvað brandara. Ég var bara að halda áfram að tala, sagði maðurinn. Hann gerði svona. Það hefur ýmislegt gerst eftir hrun. Þið munið allir eftir hruninu, það ekki? Nei, það gerðist hérna 2008 á Íslandi og fór allt í einhvern vesen og forsætisráðherra kom og bað bara Guð að hjálpa þjóðinni. En næstu ára á undan, þá áttuðu við á ykkur hvað hafi skeð. Það átti að færa allt til nútíma horfs. Allar ríkiseigur og almannaeigur, það þarf að koma því í svona einhverja einkaeign og þá að láta markaði sjá alla þessa hluti. Sósíalismin úreltur, verkalýðsbarátta úrelt, stéttabarátta úrelt, félagsleg vandamál eru bara ekki til, þau eru bara ekki til. Það allt gott á Íslandi. Þannig að það var í raun og veru ekki hægt að tala lengur pólitík á þann hátt sem að menn gerðu í gamla daga. Það var svona, menn voru að líta til framtíðarinnar. Og maður framtíðarinnar hérna, ertu komin? Geturðu talað núna? Já, þá bara byrjar þú að tala. Gjörðu svo vel. Hann ætlar að segja okkur frá starfi undirbúningsnefndarinnar. Eins og þið vitið þá bara nokkrar vikur síðan að þessi hugmynd fór svona á flug að stofna Sósíaldemókrata Íslands og undirbúningurinn var fólksins í að fólk bara kom saman og ræddi saman á mjög óformlegan hátt en það því lagi þegar ekki til flokkur og út úr því svona hálfgerði svona hugmyndur hvernig næstu skref okkar getur verið. Hugmyndin ekki svo að búa til flokk svona sem að leikur eftir því eða tekur svika af stjórnmálaflokkum á hnignunarbraut eins og margir stjórnmálaflokkar eru og kannski sumir af nýju flokkunum hafa verið sem eru flokksforusta sem kannski laus án nokkra tengsla út í samfélagið, býr ekki að sterkri grasrót og kannski ekki svo mikið að starfa nema að reyna að selja hugmyndi sínar út á markaði. Okkur langaði til þess að fyrstu mánuðir flokksins myndu kannski frekar mótast að starfi og það starf sem var helst
uppi sem hafði verið nauðsynlegt að sinna. Það var kannski starf til þess að auka stéttarvitund og efla þá hópa sem að hafa verst orðið úti vegna óréttlætis þjóðskipulagsins sem við búum við, fátæksfólks, leigjendur, öryrkja, lágstéttarfólks, ómenntast lágstéttarfólks, innflytjenda, fólk sem er leitt hérna sem starfskraftar, að finna þá hópa og fara að vinna með þeim til að byrja. Það var fókusun á því. Á þessum fyrstu mánuðum, hann langar okkur líka til þess að finna eitthvað svona formal í hvernig við getum mótað stefnu flokksins, því að við sjáum það á öðrum flokkum að það fer ekki vel á því að blanda saman stefnumörkum flokks og kannski vali fólks til trúnaðarstarfa. Þá getur þvælst saman metnaðum manna og valdabarátta innan í ákvarðanir og okkur langar til að búa til eitthvað svona kerfi þar sem að almennir flokksmenn geta komið saman og móta stefnuna og kalla kannski til sín sérfræðinga til þess að víkka sjóndeildarhringinn, draga upp á kosti sem í stöðunni, frekar heldur en að hafa opna málefnahópa þar sem að sérfræðingarnir kannski setjast inn í hópana og móta stefnuna. Þess vegna leggjum við til að það verði búin hér til svona bráðabirgðastjórn sem að fær það verkefni að starta ýmiss konar vinnu innan flokksins, að vinna út úr félagsskráni, hafa samband við flokksmenn, tengja þá saman, reyna að draga þá inn í einhvern starfsöru með, fara út í samfélagið og vinna með þeim hópum sem að kannski verst standa. Bæði held ég að það sé okkur hollt, en það er líka mikilvægt fyrir okkur að sækja inn í þá hópa fólk sem kemur til starfa inn í þessu flokki. Það er ekki sniðugt að opna kannski einhvern flokk og þá koma bara þeir sem eru vanasti flokkshestarnir, kannski fulltrúar hinna menntu myndlistéttar og móta flokkin að sínum hugmyndum og sínum störfum. Þetta er svona grunn hugmyndum á bakvið. Það er líka hugmyndum það að kannski er hollt fyrir okkur að hafa samtalið það hvers konar flokk við viljum, hvaða stefnu við viljum hafa, megi vera bara þokkala sem opið til að byrja með. Það sé fínt að hafa opið samtal, okkur tekist það mjög vel, til dæmis á Facebook, ég held að Sósíaldemókratar Íslands sé skemmtilegasta umræða samfélagsmál á Facebook í dag og það er bara mikið kraftur í því. En á tímabilinu munum við kalla saman fólk og halda fundi alls konar mál og hvernig hreyfingin á að vera, hver eru brýnustu verkefnin og annars til. Við mótum þessar tillögur svona, þessar hugmynd það að skipta kannski verkefninu niður í kannski fyrstu 6 mánuðina frá stofnun sem að einkenndist af þessu verklagi en væri jafnframt að stefna að svona flokksþingi eða sósíalista þingi í haust þar sem að eru tekið næstu skref í því að forma flokk. En þessi tillaga liggur fyrir og ég kannski fundastjóri bara að lesi hana upp og svo getur hann stjórnað umræðum hann á eftir. Ef það er eitthvað að setja eitthvað spurningar hann getur svarað því, en mér er langt mikilvægt að þið segja bara eitthvað álit og hafið samtalið frá því. Með öðrum orðum, ég ætla að bera hérna undir ykkur og ég ætla að bera ykkur að taka vel eftir því sem ég les. Þetta er verkumboð fyrir bráðabirgðastjórn Sósíaldemókrata Íslands sem við ætlum að kjósa á eftir. Og þetta verkumboð hljóðar á sig. Stofnfundur Sósíaldemókrata Íslands haldinn 1. maí 2017 veitir bráðabirgðastjórn umboð til að leiða verklegt starf flokksins sem svo er lýst. Bráðabirgðastjórn starfar eftir stofnsamþykkt hjá Sósíaldemókrata Íslands sem innleiddar eru á stofnfundi og í anda stefnu sem birt var á vef flokksins í apríl 2017. Meginverkefni bráðabirgðastjórnar er að stækka Sósíaldemókrata Íslands, þróa innra starf og efla opinbera umræðu stefnu hans. Í þessum tilgangi heldur bráðabirgðastjórn utan félagaskrá, kemur á fót hópastarfi í kringum afmörkuð verkefni, stendur fyrir viðburðum og útgáfu, annast uppfærslu og umsjón rafrænna miðla Sósíaldemókrata, heimasíðu, Facebook-síðu, Facebook-post og tekur frumkvæði að öðru starfi eftir atvikum. Bráðabirgðastjórn ber ábyrgð á undirbúningi og framkvæmd sósíalista þings sem haldið verður á haustmánuðum 2017 og eigi síðar en 1. nóvember 2017. Sósíalista þing gegnir hlutverki landsfundar Sósíaldemókrata Íslands og verður hans æðsta yfirvald. Og Sósíalista þingi afsalar bráðabirgðastjórn ábyrgð sinni til stjórnar.
Bráðabirgðastjórn tekur sér ekki leiðandi umboð til formlegrar stefnumótunar, heldur skal setja á fót og styðja við hópa félagsmanna sem vinna að þróun ítarlegrar stefnu. Ítarleg stefna verður tekin til umræðu og borin upp til samþykktar og sósíalista þingi. Bráðabirgðastjórn skiptir sjálf með sér verkum og skipar stöðu formanns, varaformanns, talsmanns, gjaldkera, ritara og meðstjórnenda eftir þörfum og atvikum, þó þannig að ætíð líki fyrir hvaða stjórnarmenn annast fundarboð, rita fundargerðir og halda utan fjármál. Bráðabirgðastjórn heldur reglulega fundi og skulu þeir opnir félagsmönnum, enda auglýstir tímanlega. Bráðabirgðastjórn heldur utan fundargerðir og skulu þær gerðar opinberar á heimasíðu eins fljótt og auðið er. Bráðabirgðastjórn hefur þó heimild til að takmarka aðgang að fundum sínum og halda trúnaði fundargerð að öllu leyti eða hluta ef ríkar ástæður koma til, svo sem persónuverndarsjónarmið. Þar með lýkur þessu. Ég ætla að bera þetta undir atkvæði og þeir sem að samþykkir eru þessu umboði gefið merki með því að rétta upp hönd, allt svo rauða spjaldið sem þið voru tómfengur hérna frammi. Má ég sjá. Það eru ansi margir. Þeir sem á móti kunna vera, það er enginn. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þið megið þá klappa fyrir því. Við þurfum að kjósa þessa bráðabirgðastjórn og fyrir liggur tillaga hana og eins og þið, Já, ég þarf að breyta stofnsamþykkt, fyrirgefið, hér er það. Ég er svo ruglaður í þessu. Við þarfum að breyta 8. greininni og hún verður þannig eftir breytingu, 8. grein. Stjórn félagsins skal skipuð 2 félagsmönnum, formanni og 1 meðstjórnanda fram að félagsfundi 1. maí 2017. Á honum skal kosin 9 manna stjórn sem undirbúr fyrsta flokksþing flokksins haustið 2017. Stjórnin skiptir með sér verkum. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. Já, skilðu þetta. Þetta er svolítið skrítið sko, af því að ég þurfti náttúrulega að stofna flokkinn til þess að eiga nafni svo að einhver heimdendingu myndi ekki skrá Sósíalistaflokkur Íslands. Þannig að það var stofnaður flokkur sem er bara með einföldustu stofnsamþykkt sem mögulegt er á svona félagi. Og í stofnsamþykktunum var samþykkt að það væri bara 2 í stjórn. Þangað til 1. maí að þessi fundur yrði haldið og þá verður 5 og 2 vara, en það bara einhvern veginn atvikaðist þannig að það voru eiginlega 9 sem að völdust inn í þetta og þessum erum að leggja til þessa breytingu. Það er eiginlega útskipti fyrir það, við erum að breyta samþyktu sem kannski við erum ekki mikið rætt. Þeir sem að samþykkir þessu gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera gefið merki. Já, það er 1. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum en 1. Já, fyrirgefðu, þú ert að veifa, viltu tala? Já, ég ætlaði bara að segja það að það er formsatriði í gleymistundum þegar að stofna félög að bera stofnun félagsins undir fundi. Annars er félagið ekki stofnun. Já. Já, það er búið að stofna félagið. Það var alveg farið fram hjá okkur. Svo hefur verið að blanda okkur í félagið núna til að móta félagið. Svona ef við höldum okkur við formsatriði. En allt í lagi, við erum búin að samþykkja þetta og þá það sem næsta sem við gerum, það er að kjósa okkur bráðabirgðastjórn og það er tillaga hana og ég ætla að lesa það upp. Ég vil geta þess eins vegar að eins og verkumboðið lýsir sér og það sem á að gerast þannig til hausts eða fram í nóvember, þetta er í raun og veru algjörlega valdalaust apparat eins og þið áttið ykkur á. Við getum öll fylgst náið með þessu apparati. Þetta er svona fyrst og fremst að halda bara utan það starf sem að kann að vakna og gróa sem sagt í sumar og fram á haust. Þannig við erum kannski ekki að kjósa hér valdastofnun. Við erum eiginlega svona að velja fólkið sem hefur eiginlega gefið kost á sér til þess að drífa þetta áfram, drífa okkur áfram næstu mánuðina. Og ég ætla að lesa upp þá sem að hafa gefið kost á sér og við leggjum hér til.
Það Ásta Dís Guðjónsdóttir, formaður Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu og samhæfingarstjóri fyrir PEP Ísland, samtök fólks í fátækt. Það Benjamin Júlían, stuðningsfulltrúi, Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður, Laufey Ólafsdóttir, varaformaður European Anti-Poverty Network á Íslandi, samhæfingarstjóri fyrir PEP Ísland og stjórnarformaður í félagi einstæðra foreldra, María Gunnlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur og öryrki, Sanna Magdalena Mörtudóttir, meistarinn í mannfræði við Háskóla Íslands. Það ég að finna næstu síðu. Sigurður H. Einarsson, vélvirki, Sólveig Anna Jónsdóttir, leikskólastarfsmaður, Viðar Þorsteinsson, stundakennari og stofnandi róttæka sumarháskólans. Þetta voru 9 manns og ég ber þessa tillögu undir atkvæði, hvort að þið fallist á það að þetta verði bráðabirgðastjórnin okkar fram að síðasta lagi í nóvember 2017 og boðið til sósíalistaþings í haust og drífi starfið okkar áfram. Þeir sem eru samþykkja, gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, viljiði að þetta fólk kynni sig eða kannisti við kannumst nú við margt af þessu fólki. Og kannski já, þú veist að þau kynni sig, allt í lagi. Ef að byrja á þér. Þú ætlar að koma framan, þú ætlar að koma hérna í ljósgeislan. En þá sérðu þetta ekki framan í þinn. Nei, ekki sem. Eins og hann sagði, þá heiti ég Ásta Dís og formaður Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu og hef verið að berjast fyrir réttindum fatlaðra. Síðan 2012 hef ég verið að vinna í PEP-inu sem eru samtök fólks í fátækt. Þannig að ég er búin að vera að berja síðan 2012 gegn fátækt á Íslandi. Og það hefur verið erfið barátta að koma þess á dagskrá því að við viljum svolítið Íslendingar líta fram hjá því að það er til fátækt á Íslandi. Þannig að ég held að núna séum við komin á þann stað að það sé ekki lengur hægt að horfa fram hjá okkur. Og þið sem eru hér inni, þeir eigið ykkar þátt í því að minna á stöðuna og ég þakka ykkur kærlega fyrir það. Og ég vil bara enda á að segja fólkið fyrst. Takk fyrir það. Sem vilja aðeins sína á sér andlitið. Þau þurfum ekkert að segja of mikið, bara svona sína andlitið. Góðan daginn, Sanna heiti ég, gaman að sjá svona mörg andlit í dag. Ég held ég að nú alltaf verið sósíalisti, svona kannski án þess að gera mig grein fyrir því, vildi bara allir hefðu það gott, án þess hvað þau störfuðu eða hvað þau fengu greitt í laun. Og hafa sem sagt alist upp með einstæðri móður og sem vann á leikskóla og á tímabili í 2 störfum þar sem peningurum bara dugði ekki. Þá hefur maður reynslu af því að upplifa sárafátækt sem barn og svo svona seinni árum sem námsmaður sem hefur þurft að vera námslánum þá sér maður bara hvað kerfið einhvern veginn er ekki hannað til að vinna með manni. Og þannig ég hef svona þessa persónulega reynslu og við vinnum saman til að almenningur fyrir að fá sitt. Takk fyrir. Svo þriðji kemur hérna núna. Hæ, ég heiti Sólveig Anna. Ég er ótrúlega glöð að sjá okkur hérna. Ég er búin að vera svo ótrúlega spennt og ég er svo svakalega ánægð að við séum hérna saman. Já, ég er sem strinn sem ófaglægur leikskólastarfsmaður hjá borginni. Þannig að ég þekki af eigin persónulegu reynslu hvernig það er að vera láglaunakona á Íslandi. Ég hef tekið þátt í ýmsum aktivisma frá 2008 og hef eignast marga góða félaga. Og ég ætla svo sem ekki að segja neitt meira, en bara til hamingju við öll með að þetta sé að gerast. Ég var að brosa okkur. Ég heiti Laufey og ég er búin að starfa í félagasamtökum síðan 2006. Þá var ég formaður félags einstæðra foreldra. Núna sem sagt er ég varaformaður EAPN á Íslandi sem er European Anti-Poverty Network og með henni Ástu sem samhæfingarstjóri í PEP-inu.
samfélagsstarf EFN. En ég er alveg upp í sósíalisma og þekki ekkert annað og vil ekki þekka neitt annað vegna þess að þetta er eina kerfið sem að virkar fyrir okkur, venjulegt fólk. Og þannig að ég segi bara loksins. Og já, ég er bara vinstrimanneskja og sósíalisti og loksins er flokkur sem heitir bara Sósíalistaflokkur Íslands. Til hamingju með Já, ég heiti María og ég er hjúkrunarfræðingur, öryrki. Ég er líka einstætt foreldri og leigjandi og ég hef alltaf verið vinstrisinnuð og jafnréttissinnuð, alveg frá því áðurinni ég vissi ekki hluta hvað til, ég var svo bara barnsaldri. En núna er ég sennilega elst í þessum hóp, þessum 9 manna hóp. Ég gæti trúa því, ég er 61 árs. Og ég hef nú kosið vinstriflokka þangað til ég fékk nóg og var fyrir miklum vonbrigðum og alveg ógóðslega ánægð þegar ég sá að ætti að stofna sósíalistaflokk og ég er alveg rosalega ánægð að sjá hvað það eru margir hérna. Það er eiginlega troðið að fá þetta sæti. Og já, ég vil bara hvetja alla sem ekki hafa gengið í flokkinn að ganga í hann núna. Og ég ætla að vinna í anda Hilda sem að felast í stefnu hans og það þakka ykkur fyrir. Það eru fleiri stjórnarmenn hérna sem er tilbúin til þess að segja til sín. Já, get ég hlaupið það? Jú, þú talar hátt og vanur maður. Sigurður heiti Einarsson, ég er vélvirki og vélstjóri. Ég hef alltaf viljað unnið til sjós og lags í þessum geira, véla og viðgerðarvinnu. Ég er hérna vegna þess að ég vil að við þurfum að taka á að koma hér á umræðum rótæka félagsíku. Við horfum á innviði okkar samfélags er að rotna og það er komið til að hýta á umræðu að hér komi fram sterk félagsins fótbolta til að breyta þessu samfélagi. Þeir eru bara í útflöndum á einhverju flakki. Já. Getum við sagt eitthvað frá þeim? Þetta er bara menn sem ég hef kynst nýlega, ég veit vel ekkert þá, En þeir eru afspilnir róttækir, þeir eru hugmyndaríkir og mjög styrkir. Nú er það svo að við getum ekki lokið þessum fundi á þess að... Já? Benjamin Júlían og Viðar Þorsteinsson. Já, það voru þeir sem eru þá í útlöndum. En við getum ekki lokið þessum fundi á þess að gefa sósíalistum kost á því að tjá sig hér ef einhver hefur áhuga á því. Já. 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 Já, það verður að vera félagsgjöld í þessum félagi og tillagar það að það sé 4.000 krónur á ári. Þegar að þetta var rætt á fundi daginn að þá var sagt við verðum að hafa félagsgjöld og menn verða að borga félagsgjöld í þessum flokki og svo sagði einhver en við þurfum ekkert að rukka það. Við sendum ekkert ilmomentum af fólk. Þeir borgaðu þeir sem er á efnaði að þeir eru auðvitað að borga. Við þurfum auðvitað að hafa félagsgjöld til þess að í svona þetta sem vastur sem að kostar að leika félög. Svo ég ber þessa tillögu upp. Samþykkir fundurinn það að við höfum 4.000 króna félagsgjald á ári. Þeir sem að samþykkir eru því, gefið merki. Takk. Þeir sem að móti kunna vera, það var engin andið í því. Þar með er það komið. Er eitt sem vil segja eitthvað eða? Nei. Já. Gegn einu atkvæði.
Þá komið að loka þessa fundar, við getum ekki slitið honum án þess að ef einhver vill tjá sig, einhver vill segja einhver orð, segja eitthvað, að lokum og þá verðum við að gefa honum kost, eða henni kost á því. Ef einhver vill taka hér til máls. Já, ég sé nefnilega ekkert út á ljósum hér. Já, svona það bara. Já, nú maður bara eins og í einhverjum, það var einhver hérna að, það var hérna, já, hér, Björnsson. Já, sjálfurðið, borgarlega ég, þetta nú bara forveitni. Hvar verða fundir haldnir? Búið að útvega húsnæði og svoleiðis. Þetta nú bara svona forveitni hjá mér. Það kemur bara allt saman, við finnum bara húsnæði sem við haldum fundin í. Látið neman ganga hérna. Góða kvöldi, gott fólk. Gaman að sjá hérna hvað eru margir mættir hérna. Ég heiti Þórólfur William Dagsson og flokksbundinn Pírati. En ég ánægður að sjá að það komið hérna pólitískt afl sem ætlar að fara að vinna fyrir verkaliðin í landinu. Og það alveg hræðilegt hvernig búið að koma fram með okkur í gegnum tíðina. Ég sjómaður. Það var ekki komið vel fram með okkur sjómann í núverandi verkalýðsbaráttu og það einmitt kæra í gangi núna út af kosningu sem var þar, varðandi kjarasamninga. Og það bara, nú bara rétti tíminn til þess að taka aftur okkar verkalýðsfélög og við þurfum að fara að taka völdin í okkar hendur. Þetta ekki hægt svona lengur, við getum ekki látið kremja ykkur. En ég mjög ánægður að sjá að þessi flokkur sem til. Ég sósíalískur Pírati, það hægt og bara mjög ánægður með þetta. Bara takk fyrir. Ég vil vinna að það Já, eins og ég hef sagt einhvers staðar, ég hef sagt það að þó við stofnum Sósíalistaflokk Íslands og því það ekki það að þeir sósíalistar á Íslandi sem hafa valið sér einhvern stað til að vera virkir á, hvort sem að það stjórnmálaflokkur, verkalýðsfélag, líknarfélag eða einhvert annað félag, skiptir engu máli að þá þarf hann ekkert að ganga úr því. Sósíalistaflokkur Íslands til þess að samhæfa störf og baráttu allra sósíalista sem að tilbúnir eru til þess að taka höndum saman, hvar svo sem sósíalistarnir eru virkir. Þennan partinn af salnum, þeir sem hafa áhuga á því að segja eitthvað. Ég kem til ykkar á eftir og taka þennan helmingin hérna. Einhverju hérna meginn sem að vilja að tjá sig að segja eitthvað? Já. Ertu ekki of lengi? Já, ég líka Pírati svo við framan þessi. Þetta bara frábært og löngu kominn tíma á að taka völdin í okkar hendur og láta ekki auðvaldið og þessar ríku trötturíðallir hérna. Þetta friðið vísum. Já, og bara, já, ég stiði ykkur alla leið og ég líka stoltur píratskur sósíalisti. Já, það fullt af sjónarmyndum hérna, stela mikrofóninu. Komið sæl, ég heiti Ása Jóhanns og ég meðlimur númer 27 í Sósíalistaflokknum. Það frábært að við séum komin hingað á þetta sögðu raunveruleika og ég er stolt af því að þessi hreyfing sé komin á stað. Gaman að vera þetta með. Takk. Og ég ekki Pírati og hvergi fundið mér fólki hingað til. Þannig ég gleðst innilega og sérstaklega hvað það varðar konur í bráðabirgðastjórn. Það hlýtur eitthvað gott að koma út úr þessu. Takk. Við erum niður og komum niður til ykkar hérna og fara niður eftir. Veiði. Þannig að veifa þetta já. Ég heiti Ármann, ég bara 15 ára og þess vegna er ég forvitnilegt að spyrja
þetta stofna svona ungmennafélag eða eitthvað, ungi sósíalistar. Ungi maður, þú ert jafn gamall og ég þegar ég las kommunistávarnir. Og veistu hvernig það byrjar? Vofa gengur nú ljósum logum Evrópu. Vofa kommunismas. Þú varst að stofna æskulýðssamtök sólstaflokksins. Meiri? Já. Þú var ég góður í svona spjallþætti. Sælverið, Ólafur. Já, samfylkingarmaður svona að upphæði. Ég ætla ekki að ljóta það. En mér er svolítið vant upphæði á samfylkingu einnig. Já, þessu svona. Þess vegna ég í dag. Takk fyrir. Það spurði mig sósíalisti daginn. Sagði hvað eru að stofna sólstaflokk í Íslands og þið gerir það ekki að skilyrði að menn gangi úr sínum ömurlegu flokkum og benti og taldi það upp alla þessa flokka. Ég veit ekki hvort að ég tala fyrir munn margra, en ég tala allavega fyrir mig þegar ég segi þeir sósíalistar sem ennþá eru í flokkunum sínum eins og Samfylkingunni, Vinstri grænum eða hvar svo sem þeir kunna vera. Já, við skulum taka vel á móti þessum sósíalistum og við skulum starfa með þessum sósíalistum vegna þess að af hverju eru þeir í þessum flokkum ennþá, þó þeir séu ómögulegir. Það er vegna mannkosta sem eru mjög nauðsynlegir í allri alþýðubaráttu. Þeirra mannkosta sem að ganga undir nafninu hollusta, samstaða, aldrei að gefast upp. Það er þess vegna sem að fólk er ennþá í ónýttum félögum. En, gjör svo vel. Ég heiti Árni Daniel, ég er í Reykjavíkurakademíunni. Reykjavíkurakademían er með bókasafn Dagsbrúnar. Þar er fundarherbyggi og þar er öll litteratúr frá sósíalísku hreyfingunni. Þannig að við bjóðum ykkur til að halda fundi þar. Ok, ég held að þetta sé bara orðið gott hjá okkur. Gjör svo vel. Hæ, Ingibjörg Dóra heiti ég. Til að fá miklu meira fólk, þá þarf að hugsa að leyfa döffólki að koma í flokkin líka, vera með táknmálstól fyrir þá sem eru döff og hugsa hjólastóla aðgengi og bara aðgengi fyrir allas og bjóða öllum velkomin í hópin. Takk fyrir. Við verðum að ljúka þessu fundi. Við verðum að klára þess að vera mjög stöttur. Það sem hefur vakið miklu athygli á mér í mörg undanfarin ár, hvernig formenn félags eldri borgara og formenn öryrkja hafa hagað störfum sínum með stjórnum væntanlega gegn því að samtök eldri borgara og öryrkja stofni í sín stjórnmálasamtök eða gangi til þessi svona samtök. Þessir aðilar hafa engan málsvara og hafa ekki haft í fleiri ár. Þegar hrunið varð mikla 2008 þá gengu þeir saman í kór Samfylkingin VG og þeim fannst ástæða til þess að skerða öryrkja og eldri borgara sem ekkert máttu missa og svo núna verið að reyna að rembætlega kalla til þeirra að skila því tilbaka sem þeir tóku. Ég segi við endurtaka í lokin orð LSB Skram. Þetta er fyrrverandi formaður, fyrrverandi segir við, alþingismaður fyrir Samfylkinguna og fyrrverandi alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann gerist formaður félags eldri borgara og segir að hann ætli að hafa samtöl við stjórnmálaflokkana. Hann ætlar ekki að gera annað en eiga við á samtöl. Samtöl sem er búið að eiga sér stað í áratug og einskis virði. Takk. Til þess að rétta hlutin og eru þau svo alls fjölmennir eldri borgarar
Já, við innan vébanda sósíalistaflokksins eigum við ábyggilega eftir að ræða þessi mál og stilla saman kraft á okkar og segja eitthvað það. Það sem eitt af því gleðilegasta sem ég var vitni á þessum fundi núna var ungi maður sem stóð hann upp og spurði hvort við ætlum ekki að hafa æskulýðssamtök. Sósíalisti er ekki bara fyrir gamalt fólk. Leiðtogar byltinganna hafa alltaf verið svona rétt rúmlega 30. Þeir sem að standa undir framförum yfirleitt yfir í kynslóðin og sú sem að mun erfa landið. Það er komið á lokum þessa fundar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið hingað og samstaðan lifi, sósíalismin lifi. Húrra, 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 húrra!